Verið velkomin í Mótorhús, þetta eru bíladagar. Bíladagar á Akureyri fóru fram dagana 16. til 20. júní. Er að ræða stærstu bílaáhugamannahátíð landsins, þar sem bílaklúbbur Akureyrar heldur fjölmargar akstursíþróttakeppnir og stóra bílasýningu í Boganum með glæsikerrum af öllu landinu. Við tókum sýningarstjórann Jón Rúnar Rafnsson tali og spurðum hann aðeins út í bílasýninguna. Já, við erum með hérna stóra bílasýningu í Boganum og þetta er 41. bílasýningin sem við höldum og við erum með hérna inni núna 220 sýningartæki, allt frá því að vera traktorar, vörubílar, jeppar, fólksbílar, sportbílar og mótorhjól, eiginlega bara allt sem hreyfist. Og bílaklúbburinn var stofnaður í kringum bílasýninguna á sínu tíma. Og þetta er svona fjáröflun hjá okkur til að búa til okkar svæði, akstursíþróttasvæði. Hvernig hefur aðsóknin verið undanfarin ár? Mjög góð. Við fáum mjög góð aðsókn alltaf. Og það er ótrúlega mikið að utanbæði fólki sem kemur til okkar. Svo það er bara mjög gott. Þú sagðir að bílasýningin hafi raun að verið upprunnin að þessu öllu saman. Segðu okkur aðeins meira um það. Já, klúbburinn hann er stofnaður 27. maí 1974 og til þess að búa til akstursíþróttasvæði fyrir akstursíþróttamenn á Akureyri og þá vantaði einhver fjáröflun og menn fóru þá í að halda bílasýninguna sem var haldin þannig í Oddarsskóla og við héldum þar bílasýningu til hvað var ekki 2007. Þá fengum við þetta Bogan hérna hjá Akureybæ, þetta fjölnota íþróttahús. Við höfum verið hér síðan og kringum 93 þá byrjuðum við að stækka bílasýninguna því þetta var til þess að utanbæjarfólkið gat gert meira og þá fórum við að halda götuspyrnu í Tryggvabraut og svo bættist við burnout og drift og annað. 96 erum við komin með byrjuðum við á bíladögum og var það ekki svo 2011 sem við erum komið svæðið, 2012 sem við erum búin að flytja allt okkar allar akstursíþróttakeppnir upp á okkar svæði en erum að keppa í þarna drifti, AutoX, burnout, drulluspyrnu, ökuleikni og eitthvað meira. Nú ert þú væntanlega ekki eignalaus í bílaflottanum. Hvað áttu þið sjálfur til dæmis? Ég á nokkra bíla, já. Ég á Dodge Dart GTS 69 módelið og síðan á ég mjög fallegan Bronco 74 módelið. Það er svona mínu forbílar. Ég er svona forbílakall. Og hefur þið verið að taka þátt í keppnum hérna sjálfur eða í öllu því sem fer fram hér á bíladögum eða ertu bara á hliðarlínu og stjórnar þessu með harðir í hendi? Já, ég er svona frekar á hliðarlínunni, hef verið með bíla á sýningunni en það er svona betra að vera á hliðarlínu og stjórna staðan þegar að vera að keppa, það vantar í mig keppnisskapið. Já, ég var fyrst sýningarstjóri á bílasýningunni 1987, hef verið svona á og til síðust ár. Ég veit ekki hvað ég er búinn að vera oft en alltaf já gaman að þessu. Hvað svona meðaltali sefur marga klukkutíma yfir bíladaga? Já, góð spurning. Ég hef bara ekki hugmynd ég er búinn að vera svo vakandi lengi, ég get ekki sagt það. Ég er búinn svo 3 tíma núna síðustu 2 sólarhringa. Það er ágætt. En eins svona lokum, hvað er flottast í bílinn? Það er nú létt að svara því, það er náttúrulega bílinn minn. En það er eiginlega ekki hægt, það er svo hryllilega mikið af fallegum bílum hérna, það er ekki hægt að segja hver er fallegastur. Með þessum orðum þökkum við Jóni Rúnari kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Þakka fyrir.
En bíladagar hófust með græjukeppni þann 16. júní og okkur lék forvitni á að vita hvernig sú keppni færi fram. Keppnistjórinn heitir Anton Albert og við spurðum hann hvað máli snerist. Græjukeppni snýst hljóðstyrk inn í rými bílsins og það er mælt í desibelum eins og allur annar hljóðstyrkur og það snýst sem sagt að keppendur eru kannski með nokkrar bassakeilur og hækkar svo bara allt í botn og sá sem að nær hæstu tölunni hann vinnur. Það eru kannski 140 decibel, 145 væri voðalega gaman að sjá. Þannig að það væri gaman ef að fleiri tæki þátt í því. Þetta er rísandi sport og er að sjálfsögðu sport og mikil kúnst að ná góðum árangri í svona keppni. Snýst þetta bara styrk á decibelum? Er þetta ekkert fleira sem að spilar inn í það? Já, í þessari keppnisdeild og með þessum keppnisreglum þá snýst þetta bara decibelin og bara hljómstyrkin. Þú segir okkur aðeins betur frá flokkun. Hvernig er skipt í flokka og af hverju? Já, flokkaskiptingin er frekar einföld. Hún byggist á flatarmáli keilana og afli sem settir út í keilunar. Þannig að það er þá stærð magnarana og flatarmál keilana. Hvað er mesti hávaði svona græjukeppni sem eru meldur? Já, á nýja mælinum, þessum svokallaða Termlab eða SPL Lab mæli hér á landi, í keppni er sú sem við mældum núna í gær. Það var ekki 142 decibel, ég held það. En ég hef nú mælt töluvert meira á þennan mæli í pröfu. Það var 144. Það var skemmtilegt og ég vona að við fáum að sjá tölur nálægt 150 decibel mjög fljótlega. En svona heimsmæli hvað er það? Já, heimsmæli kvarða í öðrum deildum þá erum við að sjá tölur upp á 180 og 384, 185 decibel. Það eru verulega háar tölur og stórhættulegar að sjálfsögðu. Það eru gerðar í sér útbúnum ökutækjum. Þá erum við að tala verulega byggða bíla sem eru steyptir og stálaðir. 140 eitthvað decibel sagður. Hvernig er það fyrir heyrnin í manni? Er það bara allt í góðu það? Já, í góðu, jú. Þetta er náttúrulega á svo lágum tíðnum að það er ekki eins miklar heyrnarskemmdir og ef það væri af hærri tíðnum. Við erum að tala tíðnir fyrir neðan 60 Hz og það er ekki jafn skemmandi og tíðnir sem eru fyrir ofan 100 rið. Það eru verulega skemmandi tíðnir og eyrun í okkur eru verulega viðkvæm fyrir svoleiðis tíðnum. En þessar dýpri tíðnir eru meiri hristingur, þetta er mikið loftflæði, þetta er mikil víbringur. Og já, þannig að þetta er ekkert hræðilegt sko. Þetta er voða gaman. Það eru algjör snillt. Við þakkum kærlega fyrir spjallið og gangið vel með þetta í framtíðinni. Takk fyrir. Átjánda júní var haldin keppni Autocross á akstursíþróttasvæði Bílaklúbbs Akureyrar. Autocross aksturskeppni gengur út á það að keyra ákveðinn hring á sem skemmstum tíma. Alls eru keyrðir 5 hringir, 2 bestu tímandi gilda og sá keppandi sem keyrir 2 hröðustu hringina vinnur. Í þetta skipti var það Tómas Karl Benediktsson sem bar sigur úr bítum. Hann hafði þetta málið að segja. Það var bara snillt sko. Á hvernig bíl ertu? MX5, möstu. Segð mér hvað? Segðu okkur kannski aðeins meira um bílinn? Grút, máttlaus, japanskur, aftursóldrifur bíl. Hvað er það sem þú telur þig hafa grætt á í þessari keppni sem þú hefur umfram aðra? Bílinn er rétt rúmt tonn og mjög léttur og nimpur, smár. Ertu búinn að eiga hana bíl lengi það? Í 3 mánuði eða eitthvað. Hefur hugsað þér að taka þátt í ykkur fleiri keppnum á þessu bíl? Já, mér finnst það mjög líklegt. Og myndirðu að breyta einhverju í honum eða hafa bara eins og hann er? Bara hafa eins og hann er núna, hann virkar. Við óskuðum bara kærlega til hamingju með sigurinn og hafa það gott. Já, takk fyrir það.
síðar þann daginn var haldin driftkeppni á sama svæði. Á íslensku myndi það líklegast heita flatrek. Í drifti lítur raunar allt út fyrir það að keppandi sé með allt í skrúfunni, en svo ekki. Keppendur aka eftir fyrirfram ákveðinni línu sem dómarinn hefur sett. Svo dæmir dómarinn eftir hraðan, reyk úr dekkjum og hversu mikið bíllinn snýr í gráðum, svo fátt eitt sé nefnt. Drift hefur notið síaukna vinsælda og koma keppendur víða að, en alls tóku þátt 29 keppendur að þessu sinni og er það langstæðsta driftkeppni sem haldin hefur verið hér á landi. Við tókum létt spjall við 2 af þeim bestu. Fannar, hvernig brautin? Þetta bara besta braut sem við lögum hérna. Þetta þvílík breyting, þetta alltaf að stækka þetta sport og menn átt að sjá hvernig þetta á að vera. Núna erum við ekki bara í einhverjum keiluakstri á tíma eins og þetta búið að vera líka undanfarið. Hvernig þá helst? Er hún hraðari þá eða? Hún hraðari og erfiðari, það reynir meira ökumanninn. Þetta ekki endilega spurning við erum öll hestöflin, þetta reynir á tækni líka. Og eins og bíllinn þinn, hvernig er bíllinn þinn útbúinn? Það auðvitað búið að stífa fjöðrun og læst drif. Við erum með turbo, rúmlega 400 hestöfl. Það búið að breikka hana framann og auka beygjuradíus og það eiginlega búið að snerta allt sem hægt að snerta og breyta því. Svona í fljótu bragði, hvað kostar svona bíll á myndi seljan? Þetta komið á það stig að það einhver tölur í gangi. Ég búinn að eiga þetta síðan ég var 16 ára. Þetta einn af mínum fyrstu bílum og þetta bara komið til að vera og mun aldrei fara neitt, sama hvað talað er. Nú heyrði ég í fleiktið náðan að mögulega Tóti var aðeins betri en þú, er það rétt eða? Sko nú ekki ganga svo langt sko. Hann góður, hann virkilega góður og ég kann mjög mikið að meta að við erum 2 mjög sterkir og það rosalega gaman að hafa einhvern til að keppa þig. Ef það væri ekki fyrir hann, þá væri þetta ekki svona gaman. Þannig að við erum góði vinnir varðandi þetta. Höfum gaman að þessu. Ég þakka að kella fyrir spjallu og gangið vel. Takk fyrir. Hér erum við komið að Þóri Örn Eyjólfsson en hann er að keppa hér í drifti á bíladögum. Þóri, segðu okkur aðeins, hvernig er brautin? Hún er mjög fín. Meiri hraði heldur en hefur verið og meiri reykur, bara miklu skemmtilegur heldur en hefur verið. Hvernig er bíllinn að haga sér? Hann er bara búinn að vera vesennslaus og bara gengur flott og já, ekkert að honum. Tekur þú þátt í einhverju fleiri hérna á bíladögum eða? Ég tek þátt í spynninu á morgun líka. Ef þú segir okkur aðeins frá bílnum, ertu búinn að breyta honum eitthvað sérstaklega? Já, þetta er sem sagt komið með 3,5 6-cylindra línu og turbínu og er að skila hellingahestöflum, meira heldur en seinasta ár hjá mér og ég er bara mjög skemmtilegur eins og hann er sko. Ef þú segir okkur aðeins frá pústurörinu hérna sem er upp úr húddunni hjá þér, úr hverju er þetta smíðað? Þetta er driftskaft sem er skorið í sundur og já, fór bara stystuleið með það. Eina lokum, ég heyrði í fleiktið náðan að Fannar eru miklu betri en þú, er það satt eða? Hann vill meina það svona stundum, en það kemur í ljós. Við fáum kannski spjallað eftir að sjá hvernig þetta endar, en takk fyrir spjallið og gangið vel. Takk fyrir það. Jæja Fannar, til hamingju með sigurinn, þetta hafðist. Ertu virkilega betri en Tóti þá? Já, stundum, það kemur fyrir. Þetta var hörðbarátta, þetta var mjög gaman. Hvað stóð upp úr? Bara eins og ég segi, þetta var snildarbraut og ég er bara sjaldan skemmt mér vel á Akureyri. Hvað er framhaldið hjá þér? Bara halda áfram að vera vitlaus undir stýri. Vera bestur? Er það ekki alltaf stefnan í öllum? Einhverja fyrirhugaða breytingar í bílnum? Ég held að það sé búið að breyta öllu núna sem hægt er að breyta fyrir þetta tímabili. Við erum alltaf að hvíla þetta aðeins. Herru, takk kærlega fyrir spjallu og bara gangið vel. Ég var samt á undan Tóta.